Stjórnvöld þau hjálpa oft mest með því að þvælast ekki fyrir. Þétting góð til að hafa sem hluta af uppbyggingarstefnu en íbúðir á þéttingarreitum verða dýrari og ferlið allt langvinnara. Seðlabankinn í þeirri stöðu að hann geti ekki lækka vexti út af því að húsnæðisverð fer af stað? Þess að tilneika stjórnmálamanna til að velta boltanum undan sér, að rukka framtíðina velsældina í dag, sem það sem skuldasöfnun gerir, að einhvern tíðan þarf að borga þetta. Einhver átaksverkefni og aðgerði hér og aðgerði þar eru plástur á sárið til að lækna það. Þá er ráðið einfalt en ekki auðvelt, það er bara betri hagstjórn. Ég var með, eins og ég var að nefna við áðan, ég var með Tóta Páls í gær, þar sem við vorum að leggja sérstaka áherslu á framleiðni og getu fyrirtæki til þess að framleiða. Og ég var að segja hversu mikið eiga stjórnvöld að leggja áherslu á að auka framleiðni. Og hann sagði svolítið sem að ég hafði ekki hugsað út frá áður. Þetta er í rauninni kannski eitthvað hefur ekkert svona praktísk áhrif, en þetta er ákveðin heimspekilegt sjónarmið sem að mér finnst við kannski okkur aðeins skorta. Og hann sagði það er fólkina sem vaknar 6-7 á morgnana og er bara að einbeita sér að framleiðni allan daginn. Stjórnvöld eiga ekkert að vera að einbeita sér að framleiðni þegar búa þannig hnútana að aðrir geti nýtt krafta sína til að vera með framleiðni. Og mér finnst það svolítið eiga við hér, út af því að hér heyrum við stjórnmálamenn og aðra að segja við þurfum að byggja, við ætlum að byggja í Keldnalandinu, við ætlum að byggja hérna á þéttingarreitunum, enginn af þessum aðalum kann að byggja nokkuð skapaðan hlut. Og það sem er svo magnað í þessu er að það skortir svolítið, og eins og ég segi það, ég held að myndi ekkert endilega liðka, ég held að myndi endingu liðka fyrir ef við værum aðeins með öðruvísi viðmót gagnvart þessu sem að myndi snúa því nákvæmlega að við værum að aukna framleiðni í þessum geira með því að mynda að hugsa hvernig bætu við stöðu til dæmis eins og þeirra sem eru að byggja. Stjórnmálamenn er ekki að fara að byggja. Stjórnmálamenn er að segja við erum að fara að vinna að því að aðrir séu að fara að byggja á þessum reitum hérna til þess að koma til móts við þessa hópa. Og eins og segi, kannski hefur þetta engin stórkostleg áhrif en þetta er ákveðin svona menning sem ég finnst snúa að þessum geirum og því að það hefur verið mjög auðvelt að fjárfesta í húsna og þetta hefur verið mjög góð fjárfestingavara ekki út af því að það er eitthvað allt og lítið af vilja fólks til þess að byggja heldur að það hefur verið of mikið af ákveðnu, þeir tala eftirlit og aðhald sem hefur skert getu og ég meina alltaf þegar rekin hérna mikrofónunni Silfrið fékk einn daginn held ég frá Jáverk sem að hann Gylfi sem að mitt sagði bara, heyrðu, já, ég skil ekki af hverju þið eru að tala svona út af því að við höfum bara ekki getu til þess að byggja út af þeim forsendum sem að þið eru búin að leggja fyrir og ekki bara að séu forsendur sem þið eru búin að leggja fyrir, heldur þetta síbreytilega forsendur þar sem að menn eru kannski að fara í verkefni sem að tekur, hvað ég var að segja, 36 mánuði og ef að þeir þurfa að setja inn ákveðna forsendin í Excel-skjalið að það er bara að óreiða stjórnvalda geti verið 10-20% kostnaður ofan á, þá gera þeir auðvitað ráð fyrir því að þeir kannski geti ekki farið inn í verkefni. En þetta er samt staðan á öllum þessum markaði. Já, Gylfi hefur verið mjög gagnorður og komið með mjög góða punkta einmitt þennan markað sem hann náttúrulega gjör þekkir og hefur langar reynslu af. Og þetta er bara algjörlega að hitta naglun á höfuð. Ég held að stjórnvöld þau hjálpa oft mest með því að þvælast ekki fyrir og þessi punktur Tóta sem er náttúrulega annar sem er pínu þjóðagesemi því að hann kemur alltaf maður kemur aldrei að tómum koni í honum og alltaf með skoðun sem er algjörlega hans og oftar en ekki einhver hlutafinni sem að öðrum hefði tæpast átt í að bæta framleiðni og við höfum bara reynslu af því frá öðru löndum að það er best gert einmitt með því að hafa svona almennan rekstra grundvöll eða skilyrði til dæmis í þessu tilfelli sem fyrirsjáanlegust og þetta er svona tapfall sem við lágmarka frekar heldur en ég held að stjórnvöldu sé of tamt að hugsa hins veginn sko hvernig getum við gert sem mest á einhvern tiltekinn hátt til að ýta einhverju úr vör en þau að frekar að hugsa hvernig getum við valdið sem minnstum skaða eða sóun eða einhver slíku þannig að það er í algjörlega sammála og þessar breytingar til dæmis á skattumhverfi eru
þær eru miklu skaðlegri heldur en að stjórnvöld hafi gert sér grein fyrir sjáleiki náttúrulega svo rosalega dýrmætur hjá fyrirtækjum og það sem að gerast núna og að hluta til tímabundið í þessu droppi í frambúði að af því að aðstæðunar hafa breyst svona þá fara fyrirtækinu það að þau vilja binda eða losa allt bundið eigið fé í þeim íbúðum sem að byggja áður en að ráðist í mikla nýja framkvæmdir og þar erum við stödd núna og það að hluta til tímabundið ástand að þegar þú veist óvissan eykst kostnaður auki svona mikið þá allt í einu fyrirtæki þannig stödd að það verður svo óbúslega dýrt og erfitt fyrir þau að halda á einhverju lager af óseldum íbúðum, sérstaklega þegar þau vita ekki hvað muni taka við á komandi fjórðungum. Þannig að þá stíga allir á bremsuna og þetta höfum við aftur heyrt frá okkar viðskiptavinum og samstarfsaðilum. Þannig að þetta alveg klárlega staðan. Þannig að bara það að auka fyrirsjáleika, að einhvern veginn hafa sterkari skilaboð það að umhverfið þessara fyrirtækja verði ekki breytt í dag og það verði öðru sem morgun og annað hinna vikuna eins og því miður var gert með þessu fikti í skattpróstinu á vaskinum að endurgreiðslu hlutfallinu að það skipti meira máli heldur en að stjórnvöld hafi á þeim tíma gert sér grein fyrir þannig að þau ættu annars vegar að einbeita sér að þeirri tegund húsnæðis sem að aðkoma stjórnvalda svona almennt viðurkennd og það sem að hún mikil í öðru löndum við þurfum ekki að finna pjólið þar sem félagslegt húsnæði og annað slíkt og stuðningur fyrir til dæmis fyrstu kaupendur sem þá að minnstakosti að hafa áhrif á fráboðsliðinni eins og hlutdeildarlánin sem ágætt svo langt sem við ná og hinum markaðnum að einbeita sér að fyrirsjáleika smyrja tannhjólin og vera ekki fyrir í staðin fyrir einmitt að ákveða nú ætlum við að hafa uppbygginguna á bara húsnæði fyrir allan landslýð svona og þið skulle bara gera svo vel að byggja og annars vegar framkvæmdaraðilar byggja og svo við almenningur að kaupa þessar eignir af þessari gerð sem að við erum bara ákveða og á ákveðnum forsendum, ákveðnum lánum ákveðnum viljir ég var að ræða við mann fyrir ekki svo lengur og hann var að segja við mig að það var alltaf einkennilegt sjónum með stjórnvalda að vera alltaf einbeita sér að því að ákveðnir aðalar þurfa að vera í ákveðnum eignum og við erum bara þannig markaði að fasteign sem byggð hún verður seld saman hvort okkur líka betur það að eldri hjón sem losa sig við einhverja eitthvað einbýlishús eða eitthvað þvíumlíkt það verður skala niður það manneskja sem kaupir það sem að losa aðra íbúð þannig að þessi þráhyggja stjórnvalda oft til þess að ákveðnir aðilar þurfi að vera í ákveðnum eignum í staðin fyrir það að búa til bara ákveðna fermetra sem að þeir telja að muni nýtast einhverjum það miklu mikilvægara sjónum og ég meina við höfum séð þetta allir eins og í New York þar sem að þeir fóru einmitt í það að stór hluti fasteigna ætti að fara beint til þeirra sem að væru í einhverjum láglaunastörfum og það olli því að það var skapaður miklu meira af lúxusíbúðum sem voru undanskilna þessum sjónarmiðum og það olli því náttúrulega að það var bara rosalega takmarkaður markaður út af því að það var leiguþak á mjög stórum eignum sem voru kannski frá ára 1980 en mátti ekki losa út af því að það var einhver ógn gagnvart þeim sem voru búin að sækja sér þannig eign samhlega því að voru fullt af lúxusíbúðum þannig að grunninn var að endingu þannig að engar íbúðir voru búnar til handa lágtekjuhópum og miklu stærri hlutdeild af fólki fóru bjó á götunni þannig að eins og segi mér finnst það sérstaklega með þennan markað að markmið stjórnvalda oft í öfugu samræmi við það sem á sér stað í kjölfarið og mér finnst það svolítið núna til þess eins og þú varst að brjóta nýtt land þeir myndu að færa rauk fyrir því að innviða uppbygging kosti það mikið að það einfaldlega ódýrara að vera með þetta er bara ákveðið argument en aftur á móti, ég meina eins og ég þekki iðnaðarmenn ég kann ekki sjálfur að byggja
ég hef aldrei ef ég þarf að koma að nagla í þjöl þá hringi ég iðnaðarmann. Aftur á móti þá þekki ég fólk sem langar að byggja og þau segja við mig að sko þegar þau reyna að sækja leyfi þá er bara varla svarað og út af því að það á ekki að brjóta nýtt land heldur á að finna bara stóra aðila sem þurfa bara að búa til svona eignir handa bara svona fólki og mér finnst alltaf svo skrítið að það er að koma okkur á óvart núna að sé ákveðin skortur á húsnæði þegar að það er alltaf þetta sjónamið að ákveðnir aðilar þurfa að geta tekið fengið ákveðið húsnæði á ákveðinu lánum. Þannig að taka rosalega stóra hlutdeild af aðfengunum sem eru mannafli og þeir sem eru viljugir til þess að byggja út fyrir sviga til þess að sinna einhvern sérverkefnum eftir sitjar fólk sem búið kannski safna sig fyrir eign en er þá að bítast miklu færri eignir út af því að öll aðfengin, allar lóðirnar og allar forsendunar eru að fara í eitthvað allt annað. Já, það er bara mikil sóun fólkin í því að vera að handstýra einhvern veginn markaðurinn þangað sem honum er ekki eðlislegt að fara. Og þú veist, þetta er alveg skýrt dæmi um þetta sem að þú lýsir. Til dæmis að því þú nefndir leigubremsu, það eru stjórnmálflokkar sem hafa tekið þá hugmynd upp á arma sína og ýmsir sem berjast hart fyrir því. En við þekkjum svo mörg dæmum að þegar það er gert, þá verður til tvískiptu markað. Ég bjó í Boston í 1,5 ár, ég var í skóla. Ég líka. Okay. Hvar varstu? Ég var, fyrir veturinn var ég upp í Brooklyn og seinni veturinn bara niður í Back Bay, bara rétti á skólan sem ég var í, sem var hérna á Massachusetts Avenue. Þannig að ég var svona tiltölulega miðsvæðis og þar var markaðurinn annars vegar einmitt svona íbúðir eins og þú nefndir sem voru kallað rent controlled verðstýrða leigubúðir og þeir námsmenn sem einhvern veginn tókst að ná sér í svona íbúð sem var bara svolítið eins og að finna fjárlöga smára þeir voru bara hólpnir því að þeir voru bara á einhverju verði sem að við hin sem vorum þá á gráamarkaðnum gátum ekki láta okkur dreymum og þannig yrði markaðurinn líka hér eftir tiltekið tíma af svona afriðu að við myndum þá bara sjá afturhvarf til þess sem var hér lenskan að leigusamningar og óformlegir og ekki þinglýst og svolítið bara svona maður og mann sem væri þá í raunverulega markaðsverð og svo væri þinglýsti reglusetti markaðurinn sem myndi það einkennast af ýmiss konar sóun að þeir sem einu sinni næði í svoleiðis íbúð þau myndi bara hanga í henni jafnvel þó hentaði ekkert bara því hún væri svo ódýr það væri svona vinavæðingi því hverju fengju slíka íbúð ekkert endilega þeir sem hefðu mest nýtjar eða mesta þörf og allskinn svona þannig að svona handstýringu fylgir á endanum alltaf tvískiptumarkaður, sóun, spilling og annað sem við viljum ekki sjá. Já, ég man eftir ég átti vin sem var einmitt að leigja, ég held að hún var verðstýrð í Jamaica Plain, hann í Boston. Já, akkurat. Og hann einmitt var að leigja bara 2 vinnu sinum, það voru 2 auka herbyggi, ég meina þetta var nokkuð bara góð íbúð. Hann er ekkert reisa stór, en aftur á móti hann gat leigt vinnu sínum á $1,300 að mann og ég meina það var undir því sem var yfir því sem hann þurfti að borga fyrir íbúðinni heild. En sko ég var með Ingu Sæland hérna núna fyrst skömmu og hún nefndi leiguþak og ég sagði það er versta hugmynd í heimi. Hún sagði ég væri galinn í græðginni sem er sjónarmið sem ég meina sem margir hafa, ég meina það hljómar ekkert vel að segja nei, fátækara fólk á ekki að fá verð sem að samrýmist einhverjum svona, hvað ég var að segja, fallegum hugsjónum stjórnvalda það hvað fólk er raunverulega greiði leigu. En þetta aftur á móti, sko, þegar maður horfir á þetta og ég meina Guðmundur Hrafn félagi minn sem er einmitt hjá leigjendasamtökunum, hann hefur einmitt fært rök fyrir því að leigubremsa, hann er farin svolítið af því að fara með leiguþak, en ég held aftur á móti að leigubremsa er bara ángi af þessu sem hafi kannski ekki jafn slæm áhrif en hafi samt ræðilega áhrif, þetta er skref í sömu röngu átt, en hann hefur einmitt nefnt sko Katalóníu og Spán og Ítalíu og fleiri staði og ég hugsa alltaf með mér sko í hvaða stöðu er sko efnahagslíf þessara landa sem hafa farið þessa leið
sko, já, það hægt að fara rök fyrir því, þú getur örugglega tekið viðtöl við fólk sem að líður eitthvað betur út af því að þau fengu ódýra leigueiningu, en þetta eins og Thomas Sowell segir að sko, það eitt að vera inni að horfa út eða vera úti að horfa inn, út af því að það ekki tekið kannski endilega viðtöl við fólkið sem að þarf að borga miklu herra verð fyrir annað húsnæði út af því að það búið að verðstýra ákveðnum einingum. Og ég einhvern veginn, sko, ég held náttúrulega að ég vona að stjórnvöld hér á landi fara ekki þá leið að fara í eitthvað svona, en mér finnst þetta alveg, ég sko ætla ekki þegar þú varst að segja að Airbnb-bannið hafi verið skrefið rétt átt út af því að við viljum ekki hóla það innan, en ég einhvern veginn svona, ég get alveg trúað Framsóknarflokknum til þess að fara þessa leið, að þeir færu í því að þeim vera með leiguþak og leigubremsu. Ég held mér þess að Sigurður Ingi hafi einhvern tíma nefnt að hann sæi ekkert, hann finnist ekkert fáránlegt að skoða það allavega sko. En við einhvern veginn sko erum alltaf eins og við erum að reyna að bregðast við sko skortinum með einhverjum úrræðum sem eru framboðsletjandi og eftirspurnar hvetjandi. Já, akkurat. Það náttúrulega, þar erum við algjörlega að taka í rangan enda á skepnunni sko. Við reyndar sko, það eitt sem við náttúrulega það tvennt á íslenskum íbúðamarkaði sem við breyst verulega til batnaðar og ég held að við munum frekar sjá árangurinn á því á næstu árum. Hann ekki komið fram endilega en ég bjartsýnn á að hann muni svona gera markaðinn skilvirkar og betri á komandi ára. Annað að við erum loksins komið með almennileg gögn innan markað. Þetta var náttúrulega þegar ég var að byrja í þessu greiningastarfi og líta á íbúðamarkað, þá var bókaldið byggingamagna hverjum tíma, hvað væri í pípunum, hvað væri í gangi, hvað væri komin á markað. Já, eða bara þetta var einhvern veginn í rassvasanum með einhverjum byggingafulltrúum sko. Það var ekki nokkur lifandis leið að fá einhverja yfirsýn yfir hvar hinn ýmsu sveitafélög væru stödd í þessu og svo þessum betur svo í rauninni Samtök iðnaðarins náttúrulega þeim blöskraði svo þetta ástand að þau bara tóku máli í sína hendur, fóru bara að keyra nýbyggingarsvæði og telja náttúrulega væri líklega óvíða hægt annars þeirra á Íslandi bara því að og núna loksins búið að gera skurk í því að við höfum mælaborðið hjá HMS það sem að minnst kosti vitum við sirka hversu stór vandinn við leystum ekki vanda með þessu en við erum minnst kosti komin aðeins við erum reynið að koma töluvert lengra í því að sjá hann. Þetta ekki bara eitthvað óveður ský heldur vitum við hvernig ský í laginu, hvað stórt og hvar það í tíma og svo framvís. Þannig að vonandi ég held að við njótum ástæðan því frekar á komandi árum. Já, ég alveg sammála því. Ég eftir á móti fékk Jónas Halla hjá HMS daginn og ég sagði við hann að HMS hafi ekki getið tekið eina góða ákvörðun. Og ég alveg stend fast á því, ég held að ég sammálar og ég nefndi einmitt við hann að greiningarnar eru góðar og það gott að fá gögnin inn og ég held einmitt að HMS ætti svolítið að vera þar en svo aftur á móti fóru þeir að taka ákveðnar svona ákvarðanir, stjórnvaldsákvarðanir þar sem að þeir fóru að huga því að sko fara í lífstílsgreiningar eða lífsferilsgreiningar segi ég sem að greina eitthvað kolefnisspor steipuna sem að færi og þeir eru byrjað að taka að sér alls konar bullverkefni sem að hefur ekkert með það að gera auka frambóð. Ég held einmitt að þetta ætti að vera svona frambóðskveitjandi, svo merkjalýsingar sem eru gerðnar af einhverjum ákveðnum aðilum, ákveðnum forsendum og það rosalega einkennilegt og ég meina hlutdeildarlánin sem ég mjög reiður út í, ég nenni ekki að tala aftur það okay. En sko ég alveg sammálaður að hafa með sig að gera ágætlega þar en ég samt mér finnst það sem þetta við greiningar og töluleg gögn. Ég eftir á móti til að ef þau halda áfram á þessari braut að vera að taka að sér sífellt aukin verkefni varðar byggingaaðila og að setja ennþá meiri eins og við vorum að nefna áðan ófyrirsjáanleika þar sem þeir eru að setja ennþá meiri hvað á það, hvað nákvæmlega þurfa að vera til staðar í eigninni og hvernig gögnum með að vera háttað, þá held ég að það sé mjög vont. En mér langar að tala Seðlabankann því að við tölum aðeins hann áðan. Seðlabankinn í þeirri stöðu að hann geti ekki lækka vexti út af því að húsnæðisverð fer af stað?